Hæ, ég heiti Kolbeinn Betra Nám og í þessu myndbandi útskýri ég stuttlega hvernig nota skal æfingaforrit lesum hraðanámskeiðsins. Við ræsingu blasir við aðalvalmynd námskeiðsins. Þetta eru æfingaflokkanir og mikilvægt er að æfa þá í réttri röð, byrja efst og enda neðst. Hver flokkur inniheldur æfingaborð og sama regla gildir þar. Ekki sleppa borðum, heldur skal æfa hvert og eitt þeirra í 3 til 5 mínútur á dag, þar til fullri færni er náð. Allir flokkar og öll æfingaborð eru opin. Þú þarf því að halda utan hve langt þið eru komin. Sumir hafa spurt mig hvers vegna borðin sé ekki læst og nemandinn fái aðeins að halda áfram þegar tilteknum árangri sé náð. En skýringin er einföld. Enginn er eins og hver og einn fer á sínum hraða. Einnig eru margir foreldrar með 2 börn í þjálfun á sama tíma og því geta þau verið á sikkvora staðnum í þjálfuninni. Forritið er einfalt í notkun og inniheldur aðalæfingaskjárinn nokkra valkosti sem ég útskýri hér. Efst í vinstra horninu er ör sem fer tilbaka. Hægt er að kveikja eða slökkva á öllum aukahljóðum með því að smella á hátalarann. En hnappurinn með heyrnartólunum er til að virkja mjög sérhæfða virkni. Með því að nota heyrnartól er hægt að kveikja á sérstöku hljóði sem eykur einbeitingu. Þetta er nokkurs konar suð sem berst á mismunandi tíðni í vinstra og hægra eyra lesandans. Heilinn bregst við þessu með því að stilla sig á tíðni sem eykur einbeitingu og er talin auðvelda nám. Best er að hafa hljóðið eins lágt stillt og mögulegt er. Lækkaðu hljóðstyrkin rólega niður þar til barnið heyrir ekkert hljóð og hækkaðu svo aftur 1 til 2 bil. Barnið á auðveldlega að heyra öll umhverfishljóð. Athugaðu að þetta er val og hentar ekki endilega öllum, en ég hvet ykkur til að prófa. Þessi tækni er þaulreynd og er mismunandi hljóðtíðni notuð til að framkalla slökun, hjálpa til við svefn eða þá eins og hér að auka námsgetu og eftirtekt. Efst fyrir miðju sést númer borðsins sem þið eruð í og hvíti hringurinn sýnir hve mikið er búið af æfingunni. Neðst í hægra horninu er raddhnappur sem nemandinn getur ýtt á til að fá nafn stafsins eða orðið sjálft lesið upphátt. Þau börn sem eru óörugg þurfa því ekki að giska eða biðja foreldri aðstoð. Heldur nota þau þennan hnapp til að hlusta og endurtaka svo sjálf á eftir. En noti hnappinn eingöngu þegar hans er þörf. Fyrir miðju er svo aðalatriðið, bókstafurinn eða orðið sjálft sem nemandinn einblínir á. Alltaf skal lesa upphátt. Það skiptir öllu máli og annað ætti ekki að koma til greina. Það er þó í góðu lagi að lesa lágt eða hvísla ef aðstæður leyfa ekki annað. En lesið upphátt. Leið og nemandinn hefur lesið orðið, strýkur hann með fingri yfir skjáinn frá hægri til vinstri til að fá næsta staf eða orð. Röðin breytist hverju sinni til að koma í veg fyrir að nemandinn læri röðina. Í lok hverrar umferðar birtist niðurstaðan á mæli. Barn og foreldri geta því séð dagamun á viðbragðshraðanum svart á hvítu. Örinn sýnir meðalhraðan í gegnum borðið og er markmiðið að ná rauðasvæðinu. Súlurnar fyrir neðan sýna viðbragðið fyrir hvert staf eða orð. Háar súlur merkja hik eða töf og því er markmiðið að ná súlunum alveg niður. Ef 1 eða 2 súlur eru hærri en aðrar, þá er það ástæða til þess að æfa borði betur. Þegar fullum árangri er náð, þá vísar örinn á rauðasvæðið og alla súlurnar liggja niðri og eru eingöngu rauðar. Í sumum æfingum birtist textin á ákveðnum hraða. Þessar hraðaæfingar hafa hraðastilli sem sést lengst til hægri á skjánum. Best er að byrja neðarlega á litlum hraða og auka svo hraðan eftir því sem færnin eykst. Fyrir neðan hraðastillin er rauður hnappur sem hægt er að nota til að stöðva textan. Textin fer aftur á stað þegar hnappnum er sleppt. Þetta kemur í veg fyrir að nemandinn missi af textanum og gerir honum kleift að hvíla sig aðeins ef þess gerist þörf. Athugað samt að þetta er hálfgerður neyðarheimill, betra er að hægja aðeins á textanum en að ofnota hnappinn.
Í þessum æfingum getur lesandinn valið texta að eigin vali. Hjálpi barninu að finna bók sem hentar. Léttustu bækunar eru þarna í fullri lengd, en þær lengri innihalda eitt kafla. Markmið þessara æfinga er að þjálfa augnhreyfingar og lesskilning og til að ná þeim markmiðum birtist setning eða málsgrein nú á skjánum. Textinn litast upp eins og karokí sem auðvelda nemandunum að fylgja honum eftir með augunum. Með því að lesa sama textan á stighækkandi hraða batnar flæðið. Nemendur sem lesa mjög hægt eiga það sameiginlegt að augnhreyfingar eru óreglulegar og illa þjálfaðar. Þetta kemur ekki að sök á meðan barni les mjög hægt eða hljóðar, en þegar hraðinn eykst þá getur þetta haldið aftur af honum. Auk þess að nemandinn getur mist úr orð eða jafnvel línur vegna þess að augun stukku óvart í burtu. Að lesa á þægilegum hraða krefst þess að augun hreyfist nokkuð lipurt frá vinstri til hægri eftir línunni. Sú augnhreyfing er okkur óeðlilegi raun. Venjulega hreyfast augun út og suður, þvers og kruss. Að hreyfa augun frá vinstri til hægri eftir línu krefst þjálfunar og þessa þjálfun fær lesandinn hér. Gangi ykkur vel.